Hérna hér, sagði mamma þegar ég gerði eitthvað af mér þegar ég var lítill. Við erum með stappfullan sal hérna. Það eru hundruðir manna sem eru að mæta á þennan upphafsfund og það eru þið sem létuð þetta gerast á örfáum dögum. Við opnuðum fyrir skráningar á Áfram Ísland fyrir nokkrum dögum og núna er ég svo heppinn að fá að standa hér fyrir framan ykkur og ávarpa jákvæða neysina. Þið eruð hingað mætt, þvert á stjórnmálaflokka, þvert á félagasamtök, þvert á landshluta og sumarleyfinir sem við vorum öll búin að plana, en í staðinn ætlum við að einhenda okkur í baráttuna og slagorðið er einfalt: Áfram Ísland. Mér er illa við að draga fólk í dilka og gera það sjálfsögðu ekki við þennan hóp hér. En ég leyfi mér að kalla ykkur jákvæða neysina, vegna þess að þeir eru jákvæð í garð framtíðar Íslands. Við trúum því að bestu dagar Íslands séu ekki í fortíðinni, heldur í framtíðinni. Við trúum því að Ísland sé vel menntuð þjóð, við séum ung á evrópskan mælikvarða lagðan, við séum rík af auðlindum og við erum með firnasterkt lífeyriskerfi sem við ætlum okkur að standa vörð um. En ef þið horfið aðeins í kringum ykkur og spyrjið ykkur: hvað er þetta? Hvað er Áfram Ísland? Ég get sagt ykkur að ég veit það ekki alveg. En þetta byrjaði á einu SMS-i. Þetta SMS leiddi til kaffibolla. Einn kaffibolli leiddi til fleiri kaffibolla. Fleiri fundu ilminn af kaffinu og skyndilega fóru hlutir að gerast hringinn í kringum landið. Samtal var það fundi. Fundur var það hópi og hópar byrjuðu að myndast all land, frá Reykjavík til Suðurnesja, til Vestmannaeyja, til Selfoss, Hellu, Víkur, Kirkjubæjarklausturs, Akureyrar, Blönduóss, Bolungarvíkar, Ísafjarðar, Stykkishólms, Akraness og hér erum við komin í dag. Þessi frábæri hópur. Stundum rennir maður, þeir sem hafa haldið partí vita að maður rennir blind í sjóinn með hversu margir mæta. Vandamáli hér var að við komum ekki öllum gestunum fyrir í þessum sal. Þannig að við erum með 2 yfirfallssali hérna sikkorum megin, þar sem fólkið er að mæta. Við sögðum ykkur að skrá ykkur til leiks og þeir sem að svöruðu kall okkar og eru tilbúnir að taka þátt í þessari baráttu bara á fyrstu dögum herferðarinnar eru á 3.000 manns sem eru þá stofnaðilar Áfram Ísland. Kæru vinir, baráttan er rétt að hefjast. Ef við Áfram Ísland er vettvangur fólks sem að vill velja íslenska framtíð á eigin forsendum í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst. Hvað þýðir það? Jú, við ætlum að reka baráttu sem verður drifin áfram af jákvæðni og bjartsýni. Og þegar ég horfi yfir þennan hóp sé ég að við erum með mjög fjölbreyttan bakgrunn og erum frá ólíkum sviðum íslensks þjóðfélags. Samnefnarinn, það sem við erum öll sammála er að íslenska þjóðin sé fullfær að sækja fram leið og hún tekst á við þær áskoranir sem við blasa hverju sinni. Við þurfum nefnilega að átta okkur á því hvað við höfum áorkað síðustu áratugi og standa vörð þann mikla árangur. Stór hluti þjóðarinnar telur að Ísland sé sannarlega land tækifæranna og að hagsmunum Íslands og íslensku þjóðarinnar sé best borgið utan ESB vegna þess að við höfum trú á Íslandi. Ég ætla að biðja ykkur að virða þessa mynd aðeins fyrir ykkur. Skoðið bakgrunninn, forgrunninn, myndbygginguna. Við eigum öll okkar sögu og sögur okkar flestra eru í grunninn keimlík. Þetta er hluti af minni fjölskyldusögu. Þetta er föður afi minn heitinn. Hann fæddist árið 1908
en lést fyrir aldur fram á 62. aldursári, það bil 10 árum áður en ég fæddist. Afi var borinn og barnfæddur Reykvíkingur og sjómennskan var honum sannarlega í blóð borin. Hann fór fyrst á sjó rétt eftir fermingu og í tæpa 4 áratugi var hann háseti á togurum Allians, fyrst Baldri en síðar Jóni forseta, sem var starfsvettvangur hans lengst af. Þessi hét Halldór Benjamín Þorbergsson. Og ég hugsa oft hversu mörg skref, hversu margar réttar ákvarðanir þjóðar, hversu ótrúlegar fórnir þessara fyrri kynslóða frá þilfarinu á Jóni forseta yfir í það að ég, alnafni og barnabarn þessa manns, standi hér á þessum þiljum og tali fyrir því að staða Íslands sé sterk og okkur beri að verja hana þegar afinni er sótt. Nú höfum við tekið við keflinu af þessum fyrri kynslóðum þeirra sem hafði sannarlega trú á Íslandi. Og mér sárnar þegar ég les í blöðum skoðanapistla að Íslendingar séu ófærir að stýra sínum málum sjálfir. Á þeim grunni neita ég að horfast í augu við framtíð Íslands. Við viljum færa börnum okkar og barnabörnum sjálfs ákvörðunarréttinn sem við töldum eðlilegt að fá í arf frá fyrri kynslóðum. Og hvað þýðir það? Það þýðir að með honum gerum við okkar eigin samninga við aðrar þjóðir. Við keyrum okkar eigin stefnu í mannréttinda og umhverfismálum, tryggjum aðgengi að mörkuðum og samstarfi í vísundum og menntun. Við, Íslendingar, við þrífumst á samstarfi við aðrar þjóðir. Þar býr vinátta og hlýhugur að baki og við Íslendingar mælumst sem eitt friðsalasta land í heimi sem skiptir máli í breyttri heimsmynd. Ég sagði ykkur litla sögu áðan, en saga minnar fjölskyldu er ekkert merkilegri en saga ykkar fjölskyldu. Og þetta er í raun sameiginleg saga okkar allra. Með fórnfýsi þeirra sem á undan komu hefur kynslóðunum tekist að byggja upp ein bestu lífskjör í heimi á Íslandi. Við erum í algjörum sérflokki þegar kemur á samanburði við aðrar þjóðir, svo ég tali nú ekki þjóðir innan Evrópusambandsins. Við erum í meistaradeild. Evrópusambandið í núverandi formi er í besta falli að keppa miðja aðra deild. Löndin sem bíða á biðlistanum og eru næst inn í Evrópusambandið, það eru lið sem keppa í efnahagslegri utandeild. Að lokum þetta, staldriði núna aðeins við, horfiði aðeins í kringum ykkur í salnum, sjáuði hvað fólk er komið hérna og tengið við þetta fólk. Við munum hittast aftur. Þið megið líka brosa, það er sumar, við erum öll rjóð og selleg. Og þetta eru svo þrúandi aðstæður að við megið líka aðeins svona bara liðka axlirnar. Barátta áfram Íslands verður rekin á jákvæðum og uppbyggilegum nótum. Ég hafna þeirri kenningu sem rangri að það þurfi að níða skóinn á náunganum, það þurfi að leggjast í ykkur drullu pitt til þess að geta náð árangri í þessari umræðu. Við tölum á málefnalegum, yfirveguðum og jákvæðum nótum. Við tölum við fólkið í landinu en ekki yfir það. Til þeirra sem vilja reyna að sundra þessum hópi, ykkur mun ekki takast það. Til þeirra sem ætla að fara í persónuníð og byrja að grafa undan einstaklingum sem stíga fram og vilja tala fyrir því að Ísland standi utan Evrópusambandinu, við munum ekki taka þátt í þeirri umræðu. Við munum ekki fara niður á það plan. Þetta fólk getur leikið sér í þeim drullupolli upp á sitt eindæmi. Til þeirra hins vegar sem vilja taka þátt í jákvæðri og uppbyggilegri umræðu hringinn í kringum landið á næstu vikurnar yfir hásumarið, verið velkomin. Gangið til liðs við Áfram Ísland á áframisland.is. Innan okkar vébanda er pláss fyrir alla. Hér eru fulltrúar ungliðarhreyfinga stjórnmálaflokkana, allra þessara samtaka sem berjast gegn aðild Íslands að ESB, sama hvort það er heimsýn til vinstri við ESB eða hvað þetta heitir allt saman. Og síðan er auðvitað bara fólkið í landinu, fólkið sem vill láta til sín taka og á það sannmerkt
að þann 29. ágúst göngum við samhent á kjörstað og við munum kyrja saman þannig að undir taki í fjöllunum nei við ESB. Nú förum við í formlega dagskrá fundarins. Við erum með 3 afburða ræðumenn sem munu halda stutt erindi hérna í dag og öfugt við annað fólk þá erum við ekki hér til þess að tala á ykkur eða yfir ykkur, heldur bjóðum við í lokin til samtals og opinna spurninga sem að frummælendur munu svara. Við munum hafa sama háttin á framtíðarfundum, það að segja, við erum hérna komin til samtals, ekki til þess að tala yfir hópinn. Nú, fyrstur á mælendaskrá er Björn Soeka. Björn Soeka er læknir eins og þið vitið og er þjóðinni að góðu kunnur sem sjúkrahúsforstjóri. Hann var forstjóri Landspítala sjúkrahúss árabil. Hann bjó í Svíþjóð á þeim tíma þegar að Svíþjóð gekk í Evrópusambandið og hafnaði upptöku evru. Hann er mikill hæfileika maður og kraftar hans eru í eftirspurn víða. Hann starfaði sem forstjóri besta sjúkrahúss heims eða eins þeirra, Karolinska sjúkrahússins í Stokkólmi, en starfar nú, haldið ykkur fast, í Sádi-Arabíu, stærsta sjúkrahússi í Sádi-Arabíu. Hann er víðsýnn, hefur komið víða, starfað innan og utan ESB og er alþjóðasinni í eðli sínu. Björn, gjörðu svo vel. Gaman að sjá ykkur, ógeðslega gaman að vera hérna. Það eru margir sem hafa verið að spyrja mig af hverju ég sé eitthvað að skipta mér að þessu hérna. Ég er ekki búinn að búa á landinu í meira en 10 ár. En ástæðan er svo að ég á þetta fullt af vinum og kunningjum og ég er Íslendingur og svo fjölskyldan mín er þetta stór hluti af mínu lífi sem er hérna. Og ég er raun og verið hér í dag að því mamma á afmæli í dag sko. Hún er 81 árs og hún er hérna með ykkur. Ég vil þó bara segja hérna, eins og að nefnda á hann, af hverju verðum við að þessu? Ég bara skil það ekki. Ég fylgist nokkuð vel með yfir höfuð og hérna í umræðinni og les það sem er að gerast þó ég sé langt frá, en ég er alltof praktískur til að geta skilið í raun og veru af hverju erum við að þessu. Og þess vegna langar mér til að segja ykkur nokkra hluti og það er það að þetta er auðvitað eitthvað eins og er persónulegt, annað ekki, en þið takið það bara fyrir það sem þið er. Ég bjó eins og sagt áður í Svíþjóð nám og síðan störf þegar Svíar gengu inn í Evrópusambandið. Þegar þeir gengu inn í Evrópusambandið þá voru þeir í djúpri kreppu og þetta átti að vera eina af lausnunum og það kannski hjálpaði þeim eitthvað, ég veit það ekki. En ég veit það þó að þá var ég búinn að búa í Svíþjóð í 2 ár. Hverjum einasta föstudag þá verslaði ég inn í matinn fyrir fjölskylduna alla vikuna og það gerist ekkert með mataverð þegar við gengum í Evrópusambandið. Bara stóð það sé á hreinu. Það getur vel verið að gerst áður en ég flutti út en það gerist ekki við inngöngu í Evrópusambandið. Það eina sem gerist í inngöngu í Evrópusambandið þeir fengu undanþágu fyrir að vera með hérna snus. Sem Norðmenn hafa ekki fengið þráttur að vera ekki í Evrópusambandinu. Og það er svona eins og maður fann mest fyrir. Síðan var ég einnig hérna í landinu þegar að yfirvöld þessi stjórnmálamennir voru næstu allir sammála það að þetta fyrst var í Evrópusambandinu ætti að taka upp evru. En þjóðin í atkvæðagreiðslu sagði nei. Ég er ekki mikið fyrir að segja nei, en þetta skiptið ætla ég að reyna að segja nei því að ég vil vera praktískur. Það er ekki að sjá á efnahag Svíþjóðar að þetta hafi skipt einhverjum stóru kostulegu máli. Það skiptir engum máli þó að hérna, fyrirtækin þar gera upp í evrum ef þeir eru að selja meginpartina sínum vöru til evruríkja. Og ef þið, bara sem dæmi, þá er núna eins og Svíarnir kalla kaldur húsnæðismarkaður vegna þess að vextirnir eru of háir. Og þeir eru ég borga 2,2% vexti af eign minni í Svíþjóð, óverðtryggt. Og þetta er þeirra krísa í vöxtum.
og húsnæðiskreppu. Þannig að evran ekki, og það vita það allir, við erum bara praktísk og að fara í 10 ára feril fyrir þetta, það mun bara taka fókusin á fullt öðrum hlutum. Þegar að það fara að stað síðast, þá var ég forstjóri Landspítalans og hafði þessna mikil samskipti við kerfið, hvort sem það var fjármála, heilbrigðis og menntamála, og kerfið hafði engan tíma til að tala með mig heilbrigðiskerfið. Þannig að ég fekk að sjá Landspítalann, sem mér finnst þú sem ágætt að þeir voru ekki að skipta sér að því, og ég held að það gengið nokkuð vel. En það var svo greinilegt að stjórnmálamenn þeir voru bæði að rífast þetta og kerfið sem heild var bara réð ekkert við það að þurfa að hugsa hið daglega líf sem ég skil og umsóknarferil eða aðlögunarviðræður eða hvað sem við getum kallað þetta. Við vitum auðvitað að á Íslandi þarf stöðugt að vera að breyta og bæta. Öll þjóðfélagi eru þannig. Umhverfið að breytast. Við vitum líka að það fullt af góðum hlutum á Íslandi. En ef við ætlum að breyta og bæta, þá getum við ekki sett allt í stopp í einhverju 2, 3, 4, 5 ár meðan við erum að athuga hvað í pakkanum, sem raun og veru engin pakki og allir vita hvað er. Við vitum að til þess að þetta gangi alveg, þá verður þjóðin að ráða sínum eigin málum. Þá ekki að færa vald sem forfeður okkar og aðrir hafa komið svo til að við höfum okkar eigin örlög í hendi okkar. Bara skilja ekki, ef maður sleppur tilfinningaseminni í þessu, þá er það bara praktískt. Vill maður eitthvað annars sé að vasast í manns málum? Ég held ekki, ég held að það sé ekki gott, sérstaklega ekki fyrir okkur sem Íslendinga. Og ég hef auðvitað aðra reynslu, ég vann innan Evrópusambandsins. Þegar ég var forstjóri Karolinska spítalans, þá var ég líka á tímabili formaður samtaka evrópskra háskóla sjúkrahúsa. Og ég átti það til að þurfa að fara til Brussel að reyna að hafa áhrif á þeirra stefnu í heilbrigðismálum yfir höfuð. Og ég segi reyna á áhrif á það, þegar við komum á þessu fundi, þá var ég og framkvæmdastjóri samtakana, kannski einn svona stóru sjúkrahúsunum í Þýskalandi sem kom með mér, og við hittum þar fyrir 20 manna nefnd sem skrifaði niður hvað við sögðum og sögðust athuga þetta, en það gerði ekki neitt. Notuðu ekki þessa ótrúlega þekkingu sem var í okkar samtökum og við heyrðum aldrei frá þeim. Jú, reyndar, við heyrðum aðeins í gegnum COVID. Byrjunin á COVID, þá voru við svona aðeins að hlusta á hvað við töldum var rétt að gera, en svo tók pólitíkin yfir þar. En að öðru leyti hafa ekki hlustað á okkur. Þeir höfðu smá skoðun á tímabili á því, þegar við hittum það, þá voru í þessum samtökum sjúkrahús, eitt sjúkrahús, stærsta sjúkrahús í Bretlandi eða Englandi, og þeir hafðu spurði okkur, ætlaði ekki að henda þeim út úr samtökunum. Þeir eru ekki hluti af Evrópu. Við hlustum ekkert á það, þegar við vorum að horfa á Evrópu sem mikið stærra heldur en Evrópusambandi. Þetta eins og það að eiga við, og það hef ég tölur áhyggjur af því, að hvernig ætlar embættismannakerfið, hvernig ætlar systemið að eiga við þetta gífurlega stærð og vald og bákn sem Brussel og Evrópusambands embættismannakerfið er þar. Ég bara segja enn og aftur út frá praktísku forsendum, þá held ég við verðum undir í þeirri baráttu. Verðum það kannski ekki fyrsta árið, eða annað árið, eða þriðja árið, meðan það er einhver góður mólar sem eru detta í áttina, en ef við horfum til framtíðar, þá get ég ekki séð að það sé rétt. Því að komandi frá því að vinna mikið í Svíþjóð, þá veit maður allt regluverk, en Evrópusambandið, það er regluverk. Og ég bara segi það núna, eftir ég ekki að vinna innan Evrópusambands, en ég sé núna þegar ég á töluvert á fundum fyrir yfirmenn mína í Sádi, sem er ekki bara með heilbrigðismál, heldur pólitík og efnahagsmál og gervigreind, alþjóðlega fundi, og þar byrja allir fundir á því núna þegar við erum að tala einhverja strategíu eða peninga eða gervigreind, jafnvel varnarmál, þá segja því miður Evrópa, þetta er ekki gangað vel og þetta
þegar niðurleið. Það svona eins og maður stundum eins og maður sé að hlusta á, hvað að segja, svona útfararræður. En svo það þannig að ég var líka núna í Genf á fundi hjá Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni og Davos-samtökunum gervigreind og heilbrigði. Og þar byrjaði ég á því að hlusta á einhvern mann sem segist vera fulltrúi Evrópusambandsins í það að koma böndum á gervigreind í heilbrigðiskerfinu. Og hann byrjaði á því að segja, nú benti á að 2 stórar reglugerðir sem hafa verið settur heilbrigðismál af Evrópusambandinu og hann byrjaði að segja að þetta er stórkostlegt, við erum búin með þessar 2 reglugerðir og ég rétti þá strax upp hendina og sagði, heyrðu, ég er nú búin að vinna undir þessum reglugerðum því miður, þetta hefur bara kostað peninga, ekki breytt einu einasta lífi eins einasta sjúklings. Og þá kynnti hann stefnu Evrópusambandsins í gervigreind í heilbrigðismálum og ég skildi ekki neitt í henni. En þá stóð einn kaninn upp og sagði, þetta er þetta venjulega, America innovates, Europe regulates. Verum praktísk, eyðum ekki tíma í aðlögunarviðræður, leysum málið sjálf. Ég nota oft eitt orð það að það þarf að gera eitthvað, just do it. Takk fyrir. Við þökkum Birni kærlega fyrir og þið sjáið þetta er svona smám saman að taka á sig mynd. Svona munum við reka baráttuna, kalla fólk til leiks sem lýsir raunveruleikanum eins og hann blasir við þeim út frá þeirra sérsviðum. Næsta dagskrá er ungur lögfræðingur Lára Herborg Ólafsdóttir og hún er líka kennari við Háskólann í Reykjavík og útskrifaðist úr Berkeley háskólanum í Kaliforníu. Lára er einn helsti sérfræðingur þjóðarinnar í upplýsingatæknirétti, hugverkarétti og útboðsrétti og hefur sinnt ráðgjöf til fyrirtækja, sveitarfélaga og stofnana, meðal annars við innleiðingu gervigreindarlausna og heilbrigðistækni. Við skulum bjóða hana velkomna á svið. Kæru vinir, hver er verðmætasta eign okkar Íslendinga? Er það græna orkan? Eru það fiskimiðin, landbúnaðurinn, hugverkaiðnaðurinn? Eða er það hugsanlega eitthvað sem við leiðum sjaldnast hugann af? Ég er þeirrar skoðunar að verðmætasta eign okkar Íslendinga sé frelsið til að taka okkar eigin ákvarðanir á okkar eigin forsendum og út frá okkar eigin hagsmunum. Þetta frelsi er ekki síst dýrmætt þegar heimurinn breytist hratt og nýjar áskoranir blasa við sem kalla bæði á viðbragðsgetu og sveigjanleika. Spurningin sem borin verður undir þjóðina 29. ágúst næstkomandi hvort hefja eigi aðildarviðræður við Evrópusambandið er í mínum huga stjórnskipuleg spurning. Með öðrum orðum, hún snýst breytingu á íslensku stjórnskipulagi. Hún snýst það hvar endanlegt vald á að liggja þegar kemur að íslenskum málefnum og íslenskum hagsmunum. Og ég vil bara sérstaklega taka það fram að Evrópusamstarf hefur hingað til verið og mun áfram vera gríðarlega mikilvægt fyrir Ísland. En það er ekki síður mikilvægt fyrir upplýsta umræðu að við greinum skýrt á milli EES-samningsins og aðildar að Evrópusambandinu. Vegna þess að umræðan snýst ekki bara hvaða reglur við tökum upp, heldur líka það hver tekur endanlegar ákvarðanir þegar öllu er á botninn hvolft. Hverju ráðum við sjálf í dag og hvað mun augljóslega breytast við aðild? Þarna liggur að mínu mati kjarni málsins.
Umræðan undanfarið, hún hefur mikið snúist það að fólk vilji fá að sjá hvað leynist í samningi við Evrópusambandið og mikilvægi þess að fá að kíkja í pakkan og jafnvel áður en það mynda sér skoðun á Evrópusambandsaðild. Hvort við fáum undanþágur, hvað gerist með sjávarútveginn, hvernig verður með landbúnaðinn. Allt þetta mikilvægar spurningar og mikilvægar raddir sem eiga allar rétt á sér. En áður en við ræðum hugsanlegan samning og hvernig hann mun eða mun ekki líta út, þá finnst mér mikilvægt að við tökum skref tilbaka og spyrjum einfaldlega hvað við Evrópusambandsaðild vitum við og raunar óumdeilt. Og þá þannig að við getum tekið upplýsta afstöðu til þess hvort við viljum yfir höfuð leggja af stað í áralanga og kostnaðarsama vegferð að því virðist forvitninnar einnar saman. Og hvað höfum við núna? EES-samningurinn, hann veitir okkur aðgang að hluta af innri markaði Evrópu og þeim tækifærum sem fylgja frjálsum viðskiptum og samstarfi. En þótt við innleiðum reglur í gegnum EES, þá felur aðild að Evrópusambandinu í sér allt annars konar stjórnskipulegt fyrirkomulag. Og þetta ekki eitthvert formsatriði. Aðild okkar að EES-samningnum, og þetta mikilvægt, aðild okkar að EES-samningnum og það að standa utan Evrópusambandsins felur í sér stjórnskipulegt svigrúm. Við berum sjálf ábyrgð á því hvernig reglur eru innleiddar í íslenskan rétt, hvernig þeim framfylgt og hvernig þær eru útfærðar innan íslensks stjórnkerfis. Og þegar á reynir, þá eru það íslenskir dómstólar sem hafa endanlegt úrlausnarvald hvaða reglur gilda og hvernig þær skuli túlkaðar. Aðild að Evrópusambandinu felur aftur á móti í sér víðtækt framsal á ákvörðunarvaldi og auk þess í málefnum sem við stýrum alfarið sjálf í dag. Þarna erum við að tala utanríkisstefnu. ESB talar einni röddu á alþjóðavettvangi. Þetta tollabandalag. Við erum að tala fríverslunarsamninga, fiskveiði, landbúnað, svo dæmi séu tekin. Frelsi okkar til þess að gera fríverslunarsamninga við önnur ríki út frá okkar eigin hagsmunum hverfur á braut. Varnagli EES-samningsins að Alþingi þurfa að samþykkja lög til að þau taki gildi hérlendis hverfur líka á braut. Evrópudómstóllinn í Luxemborg mun hafa endanlegt úrlausnarvald umfangsmikinn hluta löggjafar á Íslandi. Lög Evrópusambandsins munu ganga framar og dómar Evrópudómstólsins á málefnasviðum ESB munu binda hendur íslenskra dómstóla. Því lengri sem leiðin verður milli borgaranna og þeirra sem fara með endanlegt ákvörðunarvald, því mikilvægara að við spyrjum okkur hvort sú grundvallarbreyting á stjórnskipan landsins þjóni lýðræðislegri ábyrgð og hagsmunum Íslands best. Þetta stjórnskipulega svigrúm sem við búum yfir í dag raunverulegt. Og fyrir litla þjóð getur það eitt og sér skipt sköpum þegar raunverulega reynir á grundvallarhagsmuni þjóðarinnar. Það hefur til dæmis sannað sig hve íslenskir dómstólar gegna veigamiklu hlutverki þegar hagsmunir þjóðarinnar á grundvelli íslenskra laga eru annars vegar. Og það jafnvel þótt íslensk lög byggja á fyrirmyndum frá Evrópusambandinu. Þegar þjóðarhagsmunir eru undir, skiptir miklu máli hvar endanlegt ákvörðunarvald liggur og í hvaða stjórnskipulega umhverfi slíkar ákvarðanir eru teknar. Ég leyfi mér að nefna til dæmis neyðarlögin í þessu sambandi, þar sem að íslenskar innstæður voru teknar fram yfir aðrar kröfur.
eins og við kannski flest hér inni munum eftir. Þegar ég tek afstöðu til spurningarinnar 29. ágúst næstkomandi, þá lít ég til sögunar og þeirra þjóðarhagsmuna sem felast í því að æðsta ákvörðunarvald í málefnum Íslendinga sé í allri þrígreiningu ríkisvaldsins á Íslandi. Höfum líka í huga að við yrðum alltaf eitt minnsta aðildarríki í Evrópusambandinu. Og hver eru raunveruleg áhrif 400.000 manna þjóðar í fjölþjóðlegu stjórnkerfi sem þjónar 450 milljónum íbúa? Þar sem ólíkir og oft mjög umfangsmiklir hagsmunir kalla á málamiðlanir og sameiginlegar niðurstöður. Þar sem að stór ríki fara með mun dýpri pólitíska rödd. Ákvarðanir sem að við tökum sjálf í dag eru framvegis teknar í samstarfi við önnur ríki. Og fyrir mér er þetta ekki smávægilegt atriði, heldur grundvallar spurning breytingu á íslensku stjórnskipulagi. Og það er staðreynd. Evrópusambandið stendur frammi fyrir áskorunum. Við vitum það. Og þetta eru ekki einhver jaðarmálefni. Þetta er spurning framtíðarhorfur. Og að skoða það að framselja að miklu leyti löggjafarvald, framkvæmdavald og dómsvald á jafn breiðu málefnasviði og hér ræðir kallar einfaldlega á það að við spyrjum okkur hvort að þróunin sé til þess fallin að þjóna langtímahagsmunum Íslands best. Við verðum líka að taka mið af stöðu ársins 2026, raunveruleikanum sem við búum við í dag, ekki forsendum frá árinu 2009. Heimurinn hefur tekið stakkaskiptum. Við stöndum bókstaflega á tímamótum í heimssögunni, þar sem að tækniþróun er að gjörbreyta samfélögum, atvinnulífi og alþjóðlegri samkeppni á hraða sem við höfum ekki kynnst áður. Geopólitísk staða er gjörbreytt. Enginn veit með vissu hvernig næstu 3, 5 eða 10 ár muni líta út. Svo ört er heimurinn að breytast. Í dag er Ísland ein ríkasta þjóð í heimi og við skipum efstu sæti lífskjaralista. En í dag þurfa þjóðir líka að hlaupa til að standa ekki í stað. Næstu 10 ár eru sennilega árin sem munu móta stöðu okkar í heimi nýrrar alþjóðlegrar samkeppni. Ég ætla bara að segja það aftur. Næstu 10 ár eru sennilega árin sem munu móta stöðu okkar í heimi nýrrar alþjóðlegrar samkeppni. Og það er einmitt þess vegna sem að stjórnskipulegt svigrúm sem að við búum yfir í dag getur orðið einn okkar mesti styrkleiki á komandi árum. Að geta brugðist hratt við. Að geta klárum þetta. Að geta brugðist hratt við, lagað okkur að nýjum aðstæðum, tekið okkar eigin ákvarðanir á okkar forsendum og út frá okkar þjóðhagslega mikilvægu hagsmunum. Stjórnskipulegt svigrúm er ekki formsatriði. Það er auðlind til framtíðar og slíka auðlind eigum við að varðveita. Takk fyrir.
Við þökkum Láru Herborgu kærlega fyrir hennar erindi. Næstur til að stíga á stokk Ólafur Ragnar Grímsson fyrir forseti Íslands og fyrsti prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. Eins og þið vitið hefur hann gegnt fjölda forystustarfa á alþjóðavettvangi og var meðal annars stofnandi Hringborðs Norðurslóða. Kæru gestir, bjóðum herra Ólafur Ragnar Grímsson velkominn. Ég hélt ég væri nú eiginlega hættur að tala á fundum. Minnsta kosti ég hættur að velta mikið fyrir mér örlögum flokkana í landinu og jafnvel kannski vissan hátt hættur að hafa áhyggjur af því hvers konar ríkisstjórn í landinu. En mér ekki sama lýðveldið. Mér ekki sama árangurinn af þeim 100 árum sem það tók að færa Íslandi fullgildar rétt í samfélagi þjóðanna frá því að Alþingi kom fyrst saman á ný 1845 og þar til lýðveldi var fagnað á Þingvöllum 1944. Mér heldur ekki sama árangurinn af áratuga baráttu fyrir útfærslu landhelginnar. Ég ólst upp vestur á fjörðum þar sem erlendir togarar voru vikulega að koma til hafnar. Og ég þekkti það af minni eigin reynslu hvers konar ofurmannlegt átak það var fyrir þessa litlu þjóð að fá fullan og óskoraðan rétt yfir 200 mílna fiskveiðilögsögu. Og mér heldur ekki sama það hvað verður þann mikla árangur sem kynslóðirnar hafa náð í þessu landi. Þegar við fengum heimastjórn voru engir vegir á Íslandi. Það var engin höfn. Þegar kóngurinn kom nokkrum árum síðar þá þurfti að ferjan á Skektu í land því það var engin höfn í Reykjavík. Það var engar brýr. Og jafnvel þegar ég var að alast upp vestur á fjörðum á Þingeyri, þá voru engir vegir í næstu firði. Og það lokuðust allir möguleikar til þess að fara burt 10 mánuði á ári og einu tengslin við aðra landshluta voru strandferðaskipin sem komu einu sinni eða tvisvar í mánuði og þegar ég fór út til háskólanáms í Bretlandi þá þurfti að sækja sérstakan námsmannagjaldeyri í Landsbankanum. Ég nægilega gamall til að muna alla þessa þróun. Þegar ég fæddist var danski kóngurinn ennþá höfuðið á Íslandi. Og ég sannfærður það að það okkar eigin vilji, okkar eigin geta sem hefur fært okkur í fremstu röð þjóðaheims eins og hér var sagt fyrr í dag. Og blessunarlega hef ég fengið á undanförnum árum að fara vítt og breitt veröldina, ekki bara í Evrópu heldur í Asíu, Afríku, Suður-Ameríku, Norður-Ameríku, Bandaríkjunum, Kanada, Mið-Austurlönd. Og ég kynsti af eigin raun hvernig forystumenn í öðrum löndum horfa á þróun Íslands sem ákveðinn galdur, hvernig var þetta hægt að vera nú frá því að vera á fyrstu áratugum minnar ævi ein af fátækustu þjóðum Evrópu í efstu sætum og nánast öllum töflum sem gerðar eru alþjóðlega til þess að sýna árangur þjóða. Bara í síðustu viku kom skrá yfir 10 ríkustu þjóðir í Evrópu. Í 3 af 5 efstu sætunum voru Noregur, Sviss og við. Enginn þeirra í Evrópusambandinu, enginn þeirra með evru afgerandi sönnun þess að það ekki forsenda þess að ná
árangri fyrir þjóð að ganga þá vegferð sem núna verið að biðja þjóðina að samþykkja. Ég hélt satt að segja að það væri staðfestur vilji þeirra nýju kynslóðar sem nú skipar forystu Íslands að halda áfram á þessari árangursbraut sem fyrri kynslóðir hafa fært okkur. Að byggja upp í landi sem á stærð við England. Ef þú tekur Skotland og Wales í burtu, þá Ísland á stærð við England. Við vorum ekki 100.000 manns þegar við byrjuðum þessa þróun. En okkur hefur tekist að byggja alla þessa innviði, sjúkrahús, skóla, flugvelli, mennta fjölmennar kynslóðir, senda þau út allan heim til að sækja sér menntun. En nú á allt í einu að fara að taka einhverja U-beygju. Í stað þess að sé áfram Ísland nú boðað að taka U-beygju og reyna að sannfæra okkur það að okkur sé best borgið með því að afhenda erlendum framandi aðilum stóran hluta af okkar löggjafarvaldi, framkvæmdarvaldi og dómsvaldi. Að þeir út í Brussel séu betur færir að stjórna framtíð Íslands heldur en við. Það eru 40.000 embættismenn hjá Evrópusambandinu í Brussel. Til viðbótar 30.000 hagsmunaverðir, 70.000 manna sveit sem dag og nótt í þessari borg að tryggja sína hagsmuni. Og höldum við að þeir muni bera stöðu Íslands sérstaklega fyrir brjósti. Ég hélt satt að segja í einfeldni minni að þegar boðað var að það ætti að fara fram atkvæðagreiðsla ekki seinna en á næsta ári 2027, að þá væri ætlunin að taka heilt ár í upplýsta umræðu þetta veigamikla skref, þetta stærsta skref sem hefði verið stigið fyrir íslenska þjóð á síðustu áratugum. Nei, það bara rokið til og sagt að klára þetta fyrir haustið. Klára þetta fyrir haustið, klára hvað? Ég fór, eins og sum ykkar kannski vitið, í þetta podcast Chess After Dark fyrir 2 mánuðum síðan. Og megin boðskapur minn þar var að við þurfum upplýsta umræðu, við þurfum raundæmi, við þurfum að skoða hvað mælir með og hvað mælir gegn, við þurfum að rannsaka hvernig stendur á því að engin nágranna þjóða okkar Íslendinga hefur talið hagsmuni sínum best borgið með því að gangi í Evrópusambandið. Engin, ekki Grænlendingar, ekki Færeyingar, ekki Norðmenn, ekki Bretar. Hvernig stendur á því að ekkert norrænt ríki með evru nema Finnland og það neðst allra norrænna ríkja á þessari árangurskrá sem ég nefndi hér áðan. Og atvinnuleysi unga fólksins í Finnlandi með evruna og í Evrópusambandinu næstum því 25%. Næstum fjórði hver ungur Finni á aldrinu 15 til 25 ára atvinnulaus. Það framtíðin fyrir íslenska æsku sem við viljum bjóða fólkinu á næstu árum og áratugum að deila atvinnuleysi ungu kynslóðina í Evrópusambandinu? Utanríkisráðherra Spánar var sérstakur heiðursgestur utanríkisráðherra fyrir skömmu. Þau héldu fagnaðarstundum árangurinn á Evrópusambandinu. Það gleymdist alveg að spurja utanríkisráðherra Spánar hvað atvinnuleysi ungs fólks mikið í Spáni. Það líkt og í Finnlandi, nærri því 25%. Þannig getum við farið land úr landi. Ég nefndi líka að bæði Svíar og Danir felldu í þjóðaratkvæðagreiðslu að taka upp evru. Hefur það orðið þeim til tjóns? Nei, alls ekki. Hver ástæðan fyrir því að Pólverjar, sú af stærstu þjóðunum á meginlandi Evrópu, í hvað mestum
og öflugustum vexti með sitt hagkerfi, er það kannski það að þeir hafa kosið að taka ekki upp evru. Svíþjóð, Danmörk, Pólland, Tékkland, allt árangursrík lönd auðvitað ásamt okkur og Sviss og Norðmönnum. Þannig að mantrað það að evru Ísland óskalandið, hvenær kemur þú? Muni færa okkur gull og græna skóga er einhver mesta villukenning sem hægt að setja fram út frá hagfræðilegu sjónarmiði. Og þess vegna er það í þessari umræðu að við sem erum hér saman komin undir þessu bjartsýna merki Áfram Ísland, við byggjum bara staðreyndir. Það er svo umræða sem við viljum leiða á næstu vikum og fram að kjördegi. Þorsteinn Pálsson. Það er kannski í lagi að nefna hann í þessum sal. Var sendur fram á vettvang og í stað þess að ræða á opinn og málefnalega hátt hvernig stendur á því að öll nágrannaríki Íslands eru fyrir utan Evrópusambandið, þá fann hann loftlínu frá Reykjavík til Dublinar sem væri styttri en sú til London. Hann gleymdi því að Bretlands eigi að byrja í Skotlandi. Og stað þess að ræða opið og hreinskilið hvernig stendur á því að þau hafa öll talið það sér fyrir bestu. Og staðið fyrir að ræða opið af hverju eru Pólverjar ekki með evru, af hverju eru Svíar ekki með evru, af hverju er bara Finnland með evru. Þá var farið einhverja svona sérkennilegar krókalínir með einhverja loftlínu. Og svo er sagt við þurfum að kanna þetta. Við þurfum að sjá. Það var margt segja Evrópusambandið. En þeim til hróss, þá hafa þeir alltaf lagt öll skjölin á borðið. Þeir eru opið kerfi hvað það snertir, opin bók, fullkomlega. Hver og einn getur notað símann sinn eða tölvuna til að fara á netið og skoða hvað felst í því að ganga í Evrópusambandið. Hvað felst í því að Evrópudómstóllinn fær æðsta vald í dómsmálum á Íslandi. Og ekki bara það, úrskurðir hans munu taka lagagildi á Íslandi. Löggjafarvaldið verður takmarkað ekki bara af kommissarunum í Brussel, heldur af Evrópudómstólnum sjálfum. Og kommissararnir geta sent okkur tilskipanir sem verða æðri samþykktum Alþingis. Ég skrifaði doktorsritgerð samskipti konungsvaldsins við leiðtoga íslenskrar sjálfstæðisbaráttu. Þessi umræða minnir mig bara á allar þær rannsóknir að við höfum ekki endanlegt og skýrt vald vegna þess að það er lagt til að við framseljum það. Og ef menn í alvöru trúa því að þetta sé könnunarleiðangur, þá bið ég menn bara með fullri virðingu að minnast Jóhönnu og Steingríms á jákvæðan hátt. Jóhanna og Steingrímur voru ekkert að fela það að þau voru að ganga í Evrópusambandið. Þið getið flett öllu því sem þau sögðu. Þið finnið engan staf það að það sé bara verið að kanna hvað kom út úr þessu. Vil ég sjá? Vil ég skoða? Nei. Þau voru eins og öll forystusveit Evrópusambandsins sem eru þeirra skoðunar að verði þessu ferli ýtt úr vör á nýja leik byggt á ákvörðunum Jóhönnu og Steingríms, þá er það fullgild umsóknum að þetta Evrópusambandin. Við verðum í augum Evrópusambandsins umsóknaríki aðild. Það er veruleikinn. Það snýst það. Svo segja menn þegar á þetta er bent, jú en kannski við getum fengið undanþágur.
Það minnir mig þegar Mitterrand kom hingað til Íslands á sínu tíma og það var verið að ræða við hann þessa evrópsku samninga og íslensku ráðamennir sagði, já, svo þurfum við að fá undanþágu fyrir þessu og undanþágu fyrir hinu. Og þá sagði Mitterrand, samningur getur ekki verið bara eintómar undanþágur. Eigum við ekki að taka mark á Uffe Ellemann-Jensen? Flestir hér í salnum eru nægilega aldraðir til að muna Uffe Ellemann-Jensen. Utanríkisráðherra Dana, mikill Íslandsvinur, harður Evrópusinni, talsmaður Evrópusambandsins, sagði við okkur Íslendinga, ef þið viljið ekki ganga í Evrópusambandið eins og það þá skulið þið gleyma þessu. Og ef okkur finnst ekki nóg að rifja upp þessi varnaðarorð Uffe Ellemann-Jensen, þá hvet ég ykkur öll til að fara á heimasíðu Viðreisnar. Þar ræða heiðursgestsins á landsfundinum fyrir örfáum misserum, Guy Verhofstadt, fyrrum forsætisráðherra Belgíu, forystumaður í Evrópusambandinu, kallaður sérstaklega sem heiðursgestur á landsfund Viðreisnar og var hylltur í lokin með standandi lófaklappi, það sem Bretar kallað standing ovation fyrir boðskapinn. Og hver var hann? Jú, hann sagði alveg skýrt, þá ekkert að vera að ræða undanþágur. Þá bara gangi í Evrópusambandið eins og það og taka þátt í því með okkur sem nú erum í Evrópusambandinu að breyta því í sambandsríki. Og það var honum ekki nóg. Breyta því í heimsveldi, New Empire. Og ef þið trúið mér ekki, farið bara á heimasíðu Viðreisnar. Og þar þetta algjörlega ómengað. Og hann var hylltur fyrir boðskapið. Nú sagt, heyrðu, við þurfum bara að sjá, við vitum þetta ekki. Jú, það eru undanþágur. En þær eru bara smotterí. Danir fengu undanþágu fyrir litla sumarbústaði. Finnar, eins og við erum búin að heyra oft í umræðum landbúnaði, hafa eins og sagt fengu undanþágu fyrir heimskautalandbúnað. Og við ættum að fá svona undanþágu líka fyrir heimskautalandbúnað, sagt. Hvernig þessi undanþága að finna? Ég skal segja ykkur það. Hún þannig að ríkissjóður Finnlands má leggja skatta á alla Finna til að borga peninga í vasa annarra Finna sem stunda landbúnað. Þeir fá sem sagt heimild til að leggja skatt á sjálfan sig til að styrkja bændur. Það allt og sumt sem þessi heimskauta landbúnaðar undanþága fjallar um. Þeim góðfúslega gefið leyfi til að skattleggja Finna. Þannig getum við haldið áfram og átta okkur á því að Evrópusambandið eins og það algjörlega ljóst með stofnununum í Brussel, þinginu, kommissjóninni, dómstólnum, valdastrúktúrnum sem þar hefur verið búin til með 40.000 embættismönnum, þau 30.000 hagsmunaverðir ætla sér að glíma við hvern einasta dag ársins. Og svo sagt, já, en við fáum sæti við borðið. Og þegar við kannski séð fréttirnar í fyrrakvöld, Björn Malmquist var með innblásna frétt með viðtölum við 2 þingmenn á Evrópuþinginu. Jú, hann að vísu gat þessi framhjáhlaupi að við fengjum 6 þingmenn af rúmlega 700. En svo fékk hann þetta fólk til að segja að það skiptir ekki öllu máli af því að það eru flokkahópar.
Við erum semst að hugga okkur við það að þessir þingmenn eiga að ganga í flokk með þýsku krötunum, með stjórnmálaflokkum á Spáni eða Portugal, og þá bjargast þetta allt saman. En það sem var merkilegt við þessa frétt í fyrrakvöld var hvað var klippt út úr henni, hvað var ekki birt, hvað var það sem fréttastofan ákvað að skera burtu af því sem jafnvel Björn Malmquist sendi. Þið hafið kannski ekki séð það, en ég ligg yfir þessum miðlum. Og ég fann þetta á svona hliðarvídeói á vefnum. Jú, hann nefnilega hélt áfram og sagði já, hann til viðbótar við þingið, þá er ráðherraráðið. Þá er ráðherraráðið. Og þar er einn ráðherra frá Íslandi og einn frá öðrum. Jú, það er alveg allt saman rétt. En svo komst hann ekki hjá því að segja, en þróunin í Evrópusambandinu það er að nú eru allur þorri ákvarðanir í ráðherraráðinu tekið með vægnu atkvæðamagni. Þess það er ekki ráðherra með jafnmikið vald og annar ráðherra, nei. Atkvæði þeirra vigta mismunandi eftir mannfjölda. Þýskaland og Frakkland eru samtals með 33% atkvæðamagsins. En hvað fengi Ísland fyrir sinn stól, fyrir sætið við borðið? 0,1%. Og ef þið trúið mér ekki, farið bara á vef RÚV, því ekki lýgur Björn Malmquist. Það er þessi 0,1% stóll sem við fáum. Það er allt og sumt. Við verðum á svona litlum stól með Möltu og Luxemborg. Og jafnvel þótt að við legðum öll saman þrjú, við og Malta og Luxemborg, þá myndum við ekki ná 0,5%. Þetta eru staðreyndirnar, kæru vinir, þetta eru valdahluturinn, þetta er veruleikinn sem er verið að biðja okkur að ganga til. Og gleymum ekki því sem ég nefndi áðan, atvinnuleysi unga fólksins. 4. hver ungur Finni er atvinnulaus. Vil ég ekki skoða það aðeins þeir sem eru að bjóða æsku Íslands nýja framtíð. Og svo er sagt, já, menn þetta kostar okkur ekkert að sækja um. Þá gleyma menn eins og Björn Zoëga nefndi hérna áðan fórnarkostnaðinum sem fylgir þessum viðræðum. Hann er nefnilega ærinn. Allan þann tíma sem þessar viðræður munu standa og spurði bara Össur hvað það getur staðið lengi. Þá gerir embættiskerfið á Íslandi ekkert annað en að glíma við þessar 40.000 sem eru þarna úti í Brussel. Og landsstjórnin, í stað þess að einbeita sér að vandamálum hér heima, verður eins og Björn Zoëga lýsti vel upptekin við glímuna við Brussel. Og ég get sagt ykkur það, ég gegndi ákveðnu embætti þegar Jóhanna og Steingrímur fóru í þennan leiðangur í fullu hreinskilni. Ég hafði stúkusæti á því að sjá hvernig það fór með íslenska kerfið og hvað kostaði okkur mikið. En til viðbótar kemur það að við eigum fríverslunarsamninga við fjölda áhrifaríkra ríkja. Þeir verða ekkert þróaðir á meðan. Vegna þess að þau vita öll að ef við göngum í Evrópusambandið þá falla þessi fríverslunarsamningar niður. Og önnur ríki sem við gjarnan vildum fara á fríverslunarsamninga við, eins og til dæmis Bandaríkin eða Kanada, mun ekki tala við okkur vegna þess að það tekur ekki fyrir þá ef við eftir örfá ár verðum komin í Evrópusambandið og þeir falla niður. Þetta er fjórþættur fórnarkostnaður. Embættismannakerfið, hinn pólitíska forysta í landsmálum, fríverslunarsamningarnir við önnur ríki og í 4. lagi munu engin íslensk fyrirtæki
geta sótt inn í önnur ríki og aðra markaði meðan á þessu stendur, vegna þess að mótaðilinn mun alltaf segja: verður það þannig eftir fáein ára að þið verðið háðir reglufargani Evrópusambandsins, þá ætlum við bara að bíða og tölum ekki við ykkur á meðan. Það er nefnilega þannig, kæru vinir, þetta er ekki ókeypis ferð. Hún mun kosta okkur mikið, hvort sem hún leiðir til niðurstöðu eða ekki. Og svo að lokum er það lýðræðið og stjórnarskráin. Sko, við sem kynntumst kynslóðinni sem barðist fyrir íslenska lýðveldinu og sjálfstæðisbaráttunni, við vitum að lýðræði og stjórnarskráin er ekki innantóm orð. Það er ekki innantóm orð. Það er það sem gerur okkur kleift að hafa valdið í eigin höndum, að koma inn í samfélag þjóðanna með fullu umboði, og gleymum því heldur ekki að fyrir þennan 0,1% stól þurfum við að láta af hendi fjölda 100% stóla sem við höfum í dag til að semja sem fullvalda ríki við önnur ríki. Það er nefnilega þannig að þessi litli stóll í ráðherraráðinu, hann mun kosta okkur marga aðra stóla, því að sjálfur grunnsáttmáli Evrópusambandsins er þannig að þá fær kommissjónin og Brussel það vald í sínar hendur. Og þótt að Þorgerður Katrín sé kraftakona og hafi skorað mörg mörk í handboltanum á sínum tíma, þá breytir hún ekki grunnsáttmála Evrópusambandsins. Það mun enginn íslenskur ráðherra gera. Við erum þess vegna, kæru vinir, ef að þessi för endar á þann veg sem ráðherrarnir vilja, ekki bara láta af hendi dómsvaldið að hluta, löggjafarvaldið að hluta, framkvæmdarvaldið að hluta. Þetta verður stórfelld lýðræðisskerðing fyrir okkur sem þjóð, en má ég til viðbótar nefna málskotsréttin, 27. greinina, sem þjóðin hefur kynnst af eigin raun, skiptir máli. Að þjóðin sjálf geti haft síðasta orðið það hvaða lög gilda í þessu landi. Málskotsrétturinn, 27. greinin. Úrskurðir Evrópudómstólsins sem fá lagagildi, tilskipanir kommissarana í Brussel, þær munu aldrei víkja fyrir 27. greininni. Og það er enginn talsmaður þess að fara í þessu atkvæðagreiðslu og segja já sem hefur þorað að ræða áhrifin á málskotsréttin, á 27. greinina, á grundvallarbreytingar á stjórnskipun Íslands sem þetta mun hafa í för með sér. Og til viðbótar er það þannig að þeir sem hafa æðsta vald í Brussel eru ekki ránir af okkur. Þeir eru ekki heldur ránir af fólkinu í Evrópu. Þegar kosningarnar fóru fram á sínu tíma og þá átti að skipta æðstu stjórnendur í kommissarasveitinni í Brussel, þá héldu margir forystumenn flokkana sem sigruðu í þeim kosningum að þeir myndu nú loksins fá að ráða. Nei. Það var bara 2 manna klíkufundur í París, Macron og Merkel, sem ákváðu að Ursula von Leyen, sem engum hafði dottið í hug áður að ætti að vera í forsvari fyrir Evrópusambandið, fengi þar æðsta vald. Forseti Frakklands og kanslari Þýskalands réðu því bara á 2 manna fundi hverjir stjórna Evrópusambandinu. Og Ursula von Leyen ákvað síðan að Kaja Kallas yrði utanríkisráðherra Evrópusambandsins. Það var ekki Evrópuþingið. Það var ekki fólkið í Evrópu. Það var bara Ursula. Gerum okkur grein fyrir því að eitt af dýrmætasta sem við eigum í þessu landi er lýðræðið.
vald okkar allra hvar sem við búum í landinu til að setja af ríkisstjórnir og þingmenn og kjósa okkur forseta og þjóðhöfðingja eftir því sem við viljum ákveða hvaða lög gilda í landinu og hvernig við varðveitum þann rétt sem fyrri kynslóðir eftir 100 ára baráttu færðu okkur í hendur. En allt kerfi Evrópusambandsins á þann veg og því verður ekki breytt. Það segja allar þjóðir, það segja sagan, það segir Evrópusambandið sjálft. Að næstu 100 ár þurfum við kannski að glíma á nýjan leik við fjarlægt vald. Og þá spyr ég í nafni kynslóðanna sem núna eru horfnar, til hvers var þá barist? Þess vegna, kæru vinir, þessi fundur hér í dag slær ekki bara met í þessum sögufræga sal. Það yfirfullt hér í öðrum salarkynnum yfir á Parlament Hotel og næstu byggingar. Þetta í okkar höndum. Viljum við áfram Ísland eða ætlum við að styðja það að það sé tekin uppeigja með framtíð okkar þjóðar. Áfram Ísland! Það orðið vel heitt hérna inni. Við þökkum Ólafi, Birni og Láru kærlega fyrir þeirra erindi. Þau hafa fallist á að vera hérna áfram og svara spurningum ykkar. Við munum ganga salinn hérna eftir nokkrar mínútur. Það mikilvægt að við eigum millileðalaust samtal. Í næstu viku munum við boða fund á Akureyri. Ég hvet ykkur til að fylgjast með því. Og svona mun hver fundur og fætur öðrum rekja sig hringinn í kringum landið. Endilega farið inn á Áfram Ísland og skráið ykkur. Þakka ykkur kærlega fyrir komuna hérna í kvöld. Verið þið sæl og verið þið sæl.